Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Oh, Jesus, Jesus, hallelujah. Oh, Jesus, oh, Jesus. Your presence is heaven to me. Oh, Jesus, oh, Jesus. Your presence is heaven to me. Oh, Jesus, oh, Jesus. Your presence is heaven to me. Oh, Jesus, oh, Jesus. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Oh, we praise you, Lord. Your presence is heaven to me. Oh, Rabari Rabakasondori Abariandoro is heaven to me. Your presence 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 is heaven to me. Jesus, en öppning av mitt liv. Nalkas du och blessar livet mitt. Du lämnar sig försagt och städar sorgarta. Jesus, Jesus, är jag nämligen av mitt liv. Jesus, är jag nämligen av mitt liv. Nalkas du
Amen. Góðan daginn. Ég heilsa ykkur í nafni Jesú. Konungi þjóðanna eins og Snorri kynnti fyrir okkur. Og þetta er það sem það skelfur marga, og mér finnst þetta svo flott vers líka sem maður var að lesa. Nálægt er þeirri Guðsríkið og það þorði enginn að segja neitt. Og það er eins og fólk lifi í þessum heimi ekki vitandi að það er til Guðsríki og það er til ríki myrkursins. Hann frelsar okkur frá ríki myrkursins yfir í ríki síns elskaða sonar. Það eru tvö ríki. Það eru tvö ríki. Og þetta er eitthvað sem almenningur, og eins og hann kom inn á þetta með boðorðið 9 eða 10, að það vantar svo oft skilningin á, þetta fjallar ekki hvort þú haldir boð, lög eða reglur. Lögmálshyggja, ef þú ætlar bara að halda boðorðin 10 og fá stimpil að þú komist inn í Guðsríkið, þá lögmálshyggja, hún vanvirðir fullnaðarverk Jesú Krists. Áttu á því. Það er fyrir náð sem þú ert hólpin fyrir trú. Það er fyrir náð sem þú ert hólpin fyrir trú. Og þú þarft ekki að lesa annað en 5. og 7. kaflan til dæmis í Rómarbréfinu, og þá er þetta bara útskýrt. En vandinn er sá að fólk hefur þessa rosalegu skoðun á þessari bók sem heitir Biblía, en það hefur aldrei lesið hana. Ef að byrja í 1. Kórinthubréfi aðeins, ég ætla að byrja þar og svo ætla ég að segja ykkur ýmsa fréttir. Og mér langaði svolítið að tala til ykkar því að það hreyfði mig svolítið bæði boðskapurinn sem við heyrðum frá Ron Bóta og síðan síðasta sunnudag frá Snorra. Það sem Ron Bóta var að útleggja varðandi réttlætið og Snorri var að benda á hvað Guð hefur gert. Hann skapaði karl og konu og Jesús var fyrri en Abraham, áður en Abraham var ég. Og þetta eru setningar sem býtu, en Jesús var þarna en hann var líka þarna. Og þetta er eitthvað sem að orðið er að reyna að kenna okkur að sjá Krist í allri ritningunni og sjá líka inn í framtíðina hversu ofboðslega flott fagnar þetta við eigum. Og það er þess vegna sem það er gleði drottins. Og Davíð kallaði þetta endurreistu mig til gleði hjálpræðis þíns. Þetta er fagnaður erindi. Hvernig lýsirðu fögnuði? Þetta er svo fáránlegt, þetta er svo flott. Wow! Jæja, ding dong! Þetta er bara geggjað. Sálmur 126 lýsir þessu, munnur okkur fylltist hlátri. Þau bara, heyrðu, við erum að losna út úr Babylon. Eru þið að djóka í mér? Búin að vera hérna í 70 ár, svo kemur allt í einu bara Daniel, hann var eitthvað að lesa í Jeremía og hann fyrir allt í einu, heyrðu, orðið segir, við erum að losna núna. Og þeir fóru að trúa orðinu og þeir fóru frjálsir. Og ekki bara frjálsir, konungurinn Kýrus borgaði allan brúsan, endurreisti musterið og allt heila klappið, borgaði allt saman. Hann borgaði heila gillið. 1. Kórinthubréf, og við þurfum aðeins við þurfum að átta okkur á hvað orð Guðs inniheldur og hvernig það kemur til okkar. 1. Kórinthubréf, var ég ekki í öðrum kafla eða við skulum sjá, 1. Kórinthubréf, 2, já, og yfirskrift svona öðrum kafla er leyndardómur Guðs er opinber. Það er leyndardómur og þessi leyndardómur, hann nær alveg frá fyrsta fyrirheitunum Jesú Krist. Það segir að sæði konunnar mun merja höfuð þitt og þú munt aðeins merja hæl þess. Þetta er í 1. Mósebók 3, 15 og 16. Þetta er fyrsta vísbendingin ef við eitthvað að gera. Og þessi togstreita sem við lifum í, alveg svo það eru 2 ríki, og þá eru 2 sáðkorn eða sæði, það er annars vegar Messias eða Kristur og hins vegar Antikristur.
sem að reyna að opinbera sig. Og við höfum merkjum það út bara allt í kringum okkur. Og ritningin hún alltaf að segja okkur, þetta mun gerast, af því að þeir sem að reiða sig á drottin, þeir byrja að sjá öðruvísi. Lesum þetta aðeins hérna, 7. versi, 2:6, speki tölum við meðal hinna fullkomnu, þó ekki speki þessar aldar eða höfðingja þessar aldar sem að engu verða. Speki tölum við til hinna fullkomnu. Hver eru hinna fullkomnu? Það eru þeir sem hafa tekið við fullkomnu verki Jesú Krist. Gerir sig grein fyrir, þeir heyra fagnaðarerindið og þeir trúa. Og ég ætla að lemja hans á þessu. Sumir segja, já, ég heyri ekki Guði. Hefurðu trú? Er ykkur í þeirni sem hefur trú? Þá hefurðu heyrn. Því að trúin kemur af boðuninni. Þú gætir ekki átt trú nema þú heyrðir. Þannig að við skulum slátra þessari belju. Ég heyri bara ekki, já, ég er ekki svo andlegur. Ef þú hefur trú, þá heyrirðu. Katrín Kuhlmann, hún útlisti þessu þannig. Hún sagði, trú er þegar þú hættir að trúa því sem þú sérð og byrjar að trúa því, og byrjar að sjá það sem þú trúir. Ég þarf að segja þetta einu sinni enn. Trú er þegar þú hættir að trúa því sem þú sérð bara með augunum, jarðnesku, og byrjar að sjá með sálasjón, hjartaðins, þú sérð hið andlega, þegar þú fer að sjá það er trú. Þegar við lifum í þessum heimi, ekki eftir þessu sýnilega, heldur hinnu ósýnilega. Það er trú. Ert þú rosalega trúaður? Ertu rosalega ólétt? Trúin kemur að því að þú heyrir, það er eitthvað magna sem gerðist við krossfestingu, dauða, upprisu og uppstigningu Jesú. Þetta breytti öllu sögunni. Þetta er merkasti atburður mannkynssögunnar. Orðið varð hold. Hann kom til eignar sinnar, en hans eigin menn vildu ekki taka við honum því að verk þeirra voru vond. Og þarna er gríska orðið fyrir vond, porneo. Já. Það þýðir lendar að vera, það þýðir mikil ergelsi, það þýðir að vera pirraður, það þýðir að vera alltaf í streði, alltaf. Það er það sem að lögmálið er að boða þér. Lögmálið kom bara til þess að sýna þér hvað synd er. Og svo að vera að reyna að kenna fólki að fagnaðarerindi fjallum það að læra boðurinn 10. Ertu að djóka? Speki töluðu meðal hennar fullkomnu, þó ekki speki þessarar aldar. Eða höfðingja þessar aldar sem að engu verða. Heldur tölum við leyndarspeki Guðs sem hulin hefur verið, en Guð hefur frá eilíð fyrirhugað oss til dýrðar. Enginn af höfðingjum þessar aldar þekkti hana, því að ef þeir hefur þekkt hana, þá hefðu þeir ekki krossfest drottin dýrðarinnar. En það er svo ritað það sem auga sá ekki og eyra heyrði ekki og ekki kom upp í huga í hjarta nokkurs manns, allt það sem Guð fyrirbjóð þeim elska hann. Vistu það, þú ert ekki alveg að fatta hvað Guð er opaslega góður. Hann er höfðingi þjóðana, arfleið Jesú Krist eru þjóðirnar. Ef þú ætlar að fara að trúa globalisma, það verði einhver one world religion og one world government, af hverju er þessi áróður? Þetta er bein árás á það sem Kristur Jesús stendur fyrir, höfðingi þjóðana. Alveg eins og það er bein árás, ef þú bara fara að kenna fólki að halda boðinu 10, að þetta er bein árás á að skilja ekki fagnaðarerindið fullnaðarverk Jesú Krist. Það sem hann kom, að náðin kom til okkar sem við áttum ekki skilið og við gátum stigið inn í ríki hans elskaða sonar og svo byrjum við að lifa þar. Við erum að átta okkur á að Hebreabréfið, 5. kafli,
að það byrjar þannig að því að hann var að tala réttlætið og við skulum fletta þessi í Hebreabréfið og þar hann að stikla á þessu sem að útskýrir rosalega vel lögmálið og náðina og allt þetta ef þú vilt fræðast þetta. Þetta eru tvær ólíkar uppsprettur. Því að lögmálið þá ertu að reiða þig á þína eigin frammistöðu. Að þú verðir nógu góð eða góður til þess að Guð samþykki þig. Náð er að átta sig á því, ég er syndugur, ég á ekki breyk, ég á ekki séns, ég þigg náðargjöf Guðs, Jesú Krists á krossinum, dauða hans, greftrun, upprissu og uppstigningu. Og orðið er að kenna okkur það að við eigum að lifa eins og hann er. Við skulum sjá hérna, það er 5. kaflinn og við lendum hér í yfirskriftinni yfir 11. versinu. Gjörist ekki sljóir. Kæru bræður og systur, ekki gera sljó. Ekki trúa því sem er að gerast í kringu þig, trúðu því sem að andi Guðs er að kenna þér. Hann segir langt mál höfum þetta að segja og svo kemur upptalningi hérna undurstöðaldri Guðs orða, segir hann. En svo er komið fyrir það að þið þurfa á mjólk en ekki fastri fæðu. Þar ég enn að fara að tyggja upp fyrir ykkur, aftur og aftur. Og af hverju er mjólkin? En hver sem á mjólk nærist er barn og skilur ekki boðskap réttlætisins. Skilur ekki boðskap réttlætisins. Og þetta er munurinn á því að þegar við erum að eiga við fólk fólk lendir í ýmsu í lífinu, það kemur eitthvað fyrir, það er hvernig þú ætlar að tækla það. Ætlar að vera fórnarlamb sem er alltaf að rífa af sárinu og auðmingja ég og það er bara innri lækning eftir innri lækningu, sálfræðingur eftir sálfræðing, eða ætlar að vera bardagahetja drottins, hermaður Guðs sem hefur skráði til herþjónustu í Guðs ríkið og hermenn, þeir bera bara örin sem medalíur að því að sigurinn er þinn og hann læknar öll þín mein og þú stendur bara upp aftur og heldur áfram. Og örin eru bara, ég fór í gegnum þessa orustu og Guð var með mér því hjálp mín kemur frá drottni. Ég fór í gegnum þessa baráttu og því hjálp mín kemur frá drottni. Hugsið ykkur, ég var að lesa aðeins í morgun með, fara hérna aðeins afsíðis, eina svona hjálið, að það er akkurat þessum degi, 16. október, og ég fæ senda alltaf svona, hvað gerðist á þessum degi í kristni sögu? Jú, þetta er merkistagur og þá er verið að tala grafarkirkjuna. Og hvað er grafarkirkjan? Það er kirkjan sem er í Jerúsalem, sem er yfir grafreit Jesú Krists. Þetta gerist ekki allt í einu, heldur, það er ekki fyrir rúm 300 árum eftir Krist að Konstantín sem tekur kristni, hann sendi mömmu sína Helenu til Jerúsalem að leita að þessum merkistað. Og það er búið að vera baráttumuna reit og í gegnum aldirnar og sem sagt alveg frá því 70 eftir Krist að Rómverjar rústuðu borginni og ráku nánast allir í burtu og síðan er þetta sem sagt að það talaði að september 1009 að þá var það sem að kalíf, einn múslima pjúritani, hann lét rústa öllu, grafreitnum og öllu dótinu og það gerist á þessum degi. En þetta er eitthvað, en hugsa ykkur sko, það verið að rústa öllum teiknunum að Kristur Jesús var hér. Og þarna gröfin hans og þarna gerist þetta. Og þessi grafarkirkja, hún stendur enn í dag og þetta er merkis áningastaður. En það var fleira sem gerist á þessum degi og það var akkurat 1888 að þá deyr maður sem hét Horatio Gates Spafford. En þetta er maðurinn sem að skrifaði sálminn It is well with my soul. Hvað heitir hann á íslensku? Munið? Sál mín er sæl. Og ef við lesum söguna hans, þetta var lögfræðingur í Boston,
Þau áttu 5 börn, missa 1 dreng úr lungnabólgu, síðan hann var frá Chicago, síðan brennur borgin, fyrirtækið, þessi lögmannaskrifstofa, allt fyrir rúst. Síðan fer konan hans með 4 dætur sinni í siglingu, hann þarf að vera eftir út af einhverjum viðskiptaatriðum og skipið sekkur. Konan ein, hún kemst af, hún sendur hún skeyti. Ég komst ein af, hvað ég að gera? Hann innrammaði þetta skeyti síðan. 4 dæturnar dánar. Nokkru dögur síðar þá siglir hann yfir hafið og einn skipmanna hann segir við hann, heyrðu, hérna akkurat staðurinn sem að skipið fór niður og dæturnar drukknuðu. Og það á þessu augnabliki sem að hann skrifar þennan sálm. It is well with my soul. Sæl mín sál. Ó, hve sæl mín sál. Hugsaðu í þessari neyð. Þetta minnir okkur á Davíð. Hvaðan kemur mín hjálp? Hjálp mín kemur frá drottni. Og síðar eignuðust þau fleiri börn og þessi sálmur lifir. Þannig að þetta segir okkur ýmislegt. En það sem ég vildi, nú komum við aftur inn á þennan meginveg, að þetta með að þekkja réttlætið, að skilja réttlætið, það er svo mikilvægt. Og við getum skilið réttlætið til dæmis með því að lesa 1. Tímóteusarbréf, og þar er í 1. kaflanum, og hann byrjar hérna, og hann segir í 5. versi, markmið þessara hvatningar er kærleikur af hreinu hjarta, góðri samvisku og hræsnislausi trú. Markmið hvatningarna, þegar við prédingum hér, markmiðið er kærleikur af hreinu hjarta, vitandi að hann gaf þér nýtt hjarta, það er sáttmálinn, gaf þér nýjan anda, þú ert umskorinn, ekki umskorinn af Kristi, þegar þú snýrði til hans. Það breytist inn í inninu. Hann er ekki að tjasla upp á gamla lífið þitt, hann tók þig með sér í dauðan, þú dóst með honum, og þú ert uppreistur með honum og þú ert uppstiginn með honum, samkvæmt Efesus 2:6, hann hefur búið þér stað í himinhæðum. Enska þýðingin segir, þú situr þar núna, og þetta er okkur oft erfitt, en ég bý hér, en ég er líka þarna. En sérðu, við skulum koma þess aftur inn á þetta, síðan segir það, sumir eru viknir frá þessu, og hafa snúið sér til hégómamáls, þeir vilja vera lögmálskennendur. Af því að þeir skilja ekki réttlega, þá bara kennu lögmálið, haltu borðin 10, 9, gerðu bara svo ég segi þér. Þetta er svona, það er engin skilningur á hvað dauði og upprisa Jesú gerði. Svo kemur hann og segir, þeir vilja vera lögmálskennendur, þó að hvorki skilji þeir hvað þeir sjálfur segja, né hvað þeir eru að fullyrða. Og þegar ég las kommentir sem komu með þessari frétt boðurinn 10 eða 9, maður hugsaði bara, ofboðslega er fólk fáfrótt. Það hefur ekki hugmyndum. Það heldur virkilega að Guðsríkið fjalli að halda einhverjar reglur og boð. Nei, þetta fjallar að deyja. Afneitaðu sjálfu þér, taktu upp krossinn og fylgdu mér, sagði Jesús. Því að það er engin elska í sjálfshyggju og það er engin sjálfshyggja í kærleikunum. Guð er kærleikur. Syndin er bara sjálfselska. Ég og mig frá mér til mín. Og það er þetta inni í inninu sem að breyttist. Og það er svo magnað að vita það að þarna er þetta 10. boður, þetta fjallar girnd. Þetta er inni í inninu. Og Biblían lýsir þessu að leið ef þú svarar girndinni sem vekur upp losta og hún leiði þig afvegleiða og þú ferði í einhverja hjáguðadyrkun. Hvort að það er klám eða spilafíkn eða áfengi, dóp eða nefndu það, eða græða peninga eða eitthvað, þetta er það sem synd gerir. Ef þú leifir henni að grassa innra með þér, hún tekur þig í gíslingu, hún tekur líkamaðinn í gíslingu, þú verður fastur eða föst. Og þá kemur heimurinn með ykkur úrræði, já það er bara meðferð og svo er þessi lyf og hin lyfin og þessi greining og þetta. Hvað með það endurfæðast? Hið gamla var það engu sjá nýtt orðið til.
lesum næsta vers, þeir skilja þetta ekki, svo segir hann, við vitum að lögmálið gott, noti maður það réttilega. Nú hægt að nota það á rangan hátt. Já, það hægt. Svo segir hann, og viti að það ekki ætlað réttlátum. Lögmálið, boðurinn 10, hvað? Þetta ekki ætlað réttlátum. Heldur lögleysingjum og þverbrotnum, óguðlegum og syndurum. Ef þú ert að reyna að halda boðurinn 10, þá ert að segja, ég lögleysingi, þverbrotin, ég óguðlegur, ég syndari, ég vanheiður, ég óhreinn, ég föðurmorðingi, ég móðurmorðingi, ég manndrápari, frillilífsmaður, mannhóra, mannþjófur, ég lygari og meinsarismaður. Nei, ég ekki þetta. Það þetta sem að lögmálið að opinbera. Ef þú vilt ekki endurfæðast og leyfa honum að færa þig úr ríki myrkursins yfir í ríkisins elskaða sonar. Þetta það sem það fjallar um. Ég sagði við ykkur akkurat þetta, lögmálshyggja afneitar fullnaðarverki Jesú Krists. Svo eigum við annað sem heitir gnostisismi, sem opinberast í alls konar trúarbrögðum, hindúisma og búddisma og allt þetta. Gnostismi, hann afneitar manndómi Jesú Krists. Og þetta ein harðasta glíma sem kirkjan þurfti að æga við. Og þá var alls konar, hann Guð, hann maður, nei, hvað Og síðan það að tilbeiðsla á yfirvaldi, eða þá ertu að afneita drottinvaldi Jesú. Ef að ríkið drottinn þinn, þá ertu leið að afneita Jesú. Það ekki hlutlaust svæði. Ja, ég trú engu. Jú, þú ert að trúa að Jesú sé ekki konungur þjóðanna. Þú ert að segja að Guð sé lygari. Þannig það í pottum búið. Mér langar aðeins að segja ykkur líka, ef við förum yfir þetta, dóttir mín, hún sendi mér texta sem ég þýddi yfir á íslensku og það var sett upp svona að lifa lögmálshyggju eða vera lögmálskennandi. Það gott og rétt, en það til lögmálið og boðurinn 10 til þess að sýna þér eitthvað. Að þú getur ekki lifa þessu nema að koma til Jesú Krists. Afneita sjálfur, taka upp krossinn og fylgja honum. Að taka upp krossinn þýðir einfaldlega að þú lærir að sigra illt með góðu. Þú lætur ekki synd gagnvart þér búa til synd í þér. Þú lærir að veita mjúkligt ansvar sem stöðvar bræði. Þú bregst við í öðrum anda af því að það öðruvísi inn í innínu. Nýtt hjarta, nýr andi. Að lifa lífi samkvæmt trúar iðnaði og hefðar regluverki. Ég kalla þetta trúar iðnað. Leiður iðnaður, þá komið krafa, þú þarft að standa þig og þá bara færiband og þú þarft að gera þetta og þetta og þetta. Þú ert bara vélmenni. Ég rosalega trúaður. Sjáðu hvað ég gerir mikið. Svona líf líf sem tekur sjálfu sér allt og alvarlega. Þetta leiðilegasta lið sem ég nenni að tala við, Þetta svona trúar, alveg bara svona, og alltaf að tékka á öðrum og alltaf svona, og síðan þetta líf sem ég lifa út frá ótta og nota orðræðu sem fyllt skömm og sektarkennd til að halda fólki í skefjum. Það alltaf verið að minna þau á fortíðina. Það alltaf verið að benda þér á eitthvað annað. Og þetta að versta þegar þú kemur inn í fjölskylduaðstæður, bræður, systur, frændur og frængur sem þekkja þig alveg út í gegn. Það alltaf verið að benda. Já, þykist þú verið trúið núna? Já, ég man nú eftir þessu. Það alltaf verið að nuða þessu og strá salt í sárin. Þetta að lifa svona lífi, það gerir þig úrvinda og tóman. Og þau langar helst bara að gefast upp. Þú nærðu aldrei þetta alltaf stöðugt. Þetta heitir að lifa undir trúarbragði innanni. Þetta bara mæti í verksmiðjuna,
setja færibandi í gang og þykjast reyna að vera trúaður. Þetta heitir, ritningi segir, að hafa á sér yfirskyn guðhræðslunnar en afneita krafturum. Og hvað gerir þessi kraftur? Það þessi náðar kraftur sem umbreytir þér í nýja sköpun. Að Guð gerir þig að þeirri mannesku sem hann hannaði til að vera. Mattheus 18, þá hann að tala, þá hann að segja, ef þið skaðið eitthvað þessum börnum, smælingja nota, þá eru englar þeirra sem koma fram fyrir augliti Guðs. Sérhvert barn hefur engil. Þú hefur engil sem verndar þig. Ritningin alveg staðfest á þessu. Sálmur 139 gefur þetta ennþá betur í skyn að þú fékkst engil við getnað. Ekki við fæðingu móðurlíf, við getnað. Áður en ég mótaði móðurkviði, þá þekkti ég þig. Og ég skrifaði þig bók. Og ég gaf þér engil og engla. Og hann segir með þess að við og þeir eru að fara út úr Ísrael. Ég sendi engil minn með okkur sem ryðja öll í burtuna, hlustið á rödd hans. Hebreabréfið segir, verið gestir sinn því að þið vitið ekki, kannski þau eru verið að hýsa engil. Englar Guðs, samkvæmt Hebreabréfinu 1. kafla, segir, þetta eru þjónustubundir andar til þess að hjálpa þeim sem eiga erfa réttlætið. Og við hefum bara afskrifað þetta og gefið þetta bara inn í nýjöldina á því. Já, þið með bara tala englana og þetta. Nei. Það eru englar sem eru með okkur. Það eru yfir 300 tilvitnanir í orði Guðs engla. 77 sinnum bara í Opinberabókinni. Og við séum bara, engil? Hvað er þetta? Opnaðu augun fyrir því sem Guð vill gera. Páll hann hamrar á þessu og hann fer inn í og segir í Efesubréfinu 1:17-21 að hann biður að hann opni sálarsjóðun þína. Að þú sjáir andi speki og opinberunar og þú fáir þekkt hann. Því þetta eilífa lífið, segir hann. Jóhannes segir í 17:3 þetta hið eilífa líf. Að þekkja Guð og þann sem hann sendi son sinn Jesú Krist. Að þekkja hann. Og hvernig getur þú þekkt hann nema þú gerir Mattheus 6:6? Hvað Mattheus 6:6? Ef þú gerir ekki Mattheus 6:6 þá endar í Jóhannes 6:6. Ok, Mattheus 6. Fáum við Mattheus 6 upp á skjáinn? Lögmálið ekki fyrir réttláta. Eru boðurinn 10 hluta á lögmálinu? Þau ekki fyrir réttláta. Það ekki að segja við fylgjum að því að það eðli okkar. Það ekki þú skalt ekki, það verður ég vill ekki. Mattheus 6:6. En þegar þú biðst fyrir skaltu gangin í herbergið þitt. Loka dyrunum. Og biðja föður þinn sem í leynum, faðir þinn sem sér í leynum, mun umbuna þér. Þetta Mattheus 6:6. Og ef þú gerir ekki þetta, þá fyrir Jóhannes 6:6. Hvað Jóhannes 6:6? Ég lofa ykkur, þetta í Biblíunni. Jóhannes 6:6. Þá segir hann, já, ég ætla að fá það upp á skjáinn. Jóhannes 6:66. 6:66. Þessi fræga tala. Upp úr þessu hurfu margir að lærisveinum hans frá og voru ekki framar með honum. Upp frá þessu. Af því að þú vilt ekki skilja réttlætið. Þú nennir ekki að mæta í kirkju. Við þurfum að vera með útsendingar til þess að ná til fólks. Fólk bara fast í biðröð í einhverjum læknasérfræðingum, sálfræðingum og allt þetta. Þú getur fengið lausn hér og nú. Fyrir trú. Ég þakkláttur fyrir lækna og sálfræðinga. En þetta eru sérfræðingar í fallnri mannesku.
Við erum að tala endurfædd manneskja sem ritningin kallar hina fullkomnu. Hvað, það engin fullkomin? Biblían segir, þú ert fullkomin. Það ekkert að hönnun þinn í Guði. Það þetta sem fagnaðarindi fjallar Nú skulum við fara í að lifa lífi í náðar samtalssamfélagi. Það er manneskja sem tekur sér tíma að njóta lífsins. Og það rík tilhneiging til þess að hlæja. Hvað þetta fallegt maður. Bara njóta lífsins. Það segir í orðinu, Guð skapaði allt fyrir okkur til að njóta. Síðan þetta, að þetta manneskja sem lifir þessu náðarlífi, stöðugt að segja öðrum frá þeirra sanna auðkenni. Að þú ert fædd að ofan, fæddur að ofan. Þetta samtalið milli Jesú og Nikodémusar aftur og aftur og aftur. Þú ert fæddur að ofan. Hann segir, þú verður að endurfæðast. Textin segir á grískunni, fæddur að ofan. Gerðu grein fyrir það, upphafið þitt hjá Guði, ekki í móðurkviði, það ekki ættliðurinn, það byrjaði í Guði. Leið og hjartsláttur þá ertu lifandi. Þú ert lifandi manneskja. Og það verið að rífast þetta í dag. Nei, hann má bara drepa þetta. Þú ert úrskurðaður dáinn þegar hjarta hættir að slá, en þú ert ekki úrskurðaður lifandi þegar hjarta byrjar að slá. Skrítin lógík þetta. Í Jóhannes 3. kafli, svo ætla ég að segja ykkur þegar hann kemur, hann segir, Jesús svarar hann, þú ert lærifæður Ísrael og veist þetta ekki. Þú ert búin að fara í fermingarfræðslu og veist ekki þetta. Þú ert búin að sitja í kirkju, fara á 100 jarðarfarir og þú veist ekki þetta. Allt yfirskinn guðhræðslunar. Engin kraftur. Þú afneita kraftinu. Síðan segir hann, við tölum það sem við þekkjum og við vitnum það sem við höfum séð. Ég bara hér að tala það sem ég þekki og það sem ég hef séð. Jesús lifir í dag og þú getur þekkt hann. Ef þið trúið þegar ég ræði við jarðneskarmi, hvernig þið trúið þegar ég ræði við himneskur? Jarðnest, himnest. Ríki ljós, ríki myrkus, Guðsríkið og ríki myrkusins. 2 ríki. Og síðan segir hann, enginn hefur stigið upp til himins nema sá steig niður frá himni, mannssonurinn. Og hér kemur svakaleg glögg. Getur þú sett þetta vers upp fyrir mig? Jóhannes 3:13. Þannig akkurat einn lindadómur sem að ég bara rakst á í vikunum og ég segi, nei, þetta getur ekki. Vá! Þetta það sem lindadómur. Þú ferð í orðið þá allt í einu. En þú ert með NIV, það ekki góð þýðing. King James, til dæmis, eða Víðeyjarbiblíuna, hún tekur þetta rétt. Það segir, and no man hath ascended up to heaven, but he that came down from heaven, even the Son of Man, which is in heaven, sem á himnum. Og þetta skrifað í perfect tíð, sem þýðir, Nikodémus, ég hérna núna, ég að tala við þig, ég mannssonurinn, ég hérna, ég líka þarna. Hann hefur búið þér stað í himinhæðum. Þú situr þar með honum. Já, en láttu anda Guðs kenna þetta. Opnaðu augun. Við þurfum að taka hérna annar konungabók 7. kafla, það sem að þjónn Elísa, hann er bara, nei, það eru bara ráðast okkur, það er allt fullt af herliðina. Og Elísa, hann segir, dróttinn, viltu opna augun hans? Þá allt í, vá, það eru miklu meiri með okkur heldur en með þeim. Hann sá inn í andaheimin, það var eitthvað nýtt. Og þetta er það sem að
Þetta er eitthvað sem að ýta á okkur. Það er ekki nóg bara að við skiljum upprissulífið, við þurfum að skilja uppstigningalífið. Hann steig til himna og gaf gjafir. Hann gaf gjafir postula, spámaður, trúboði, hirðir, kennari. Það er verið að reyna að segja okkur, já, það er bara nóg að hafa biskup og vígslubiskup og prest og djákna. Þannig sigrum við. Nei. Já, það er bara nóg að hafa pastor og kennara. Nei. Við þurfum postula, spámenn, hirða, trúboð og kennara. Þetta er það sem hann gaf okkur. Og það er eins og við viljum ekki sjá þetta. Og þegar fólk byrjar að tala þessa hluti eða starfi þessum gjöfum, en vittu til að það sem var oft fátítt og lítið af, það er það sem Guð gerir á þessum síðustu tíma. Komið með mér í aðra konungabók, fyrstu ég fór að nefna hana. Síðari konungabók. Tökum það er akkurat þetta, hugsa ykkur, ég nefndi þetta með hve sæl er mín sál, og það er akkurat saga í konungabókinu konuna frá Súnem. Það segir að hún var auðug kona og Elísa biður fyrir henni og hún eignast son. Og síðan deyr sonurinn, hann fær sennilega sólsting. Og þetta er semst 4. kaflinn talar þetta, og hann sendir Gehasi aðstoðarmann sinn með eitthvað staf og það gerist ekkert. Það er ekki fyrir en Elísa, hann gengur inn í herbergið, lokar dyrunum, hann leggst yfir drenginn og það kemur hiti í hann, og þá fer hann niður aftur og fer aftur upp í loftstofuna, upp á efri hæðina, herbyggi sem konan hafði byggt fyrir hann, því að hann var spámaður sem var alltaf að ferðast og hún bara vildi gera þetta góð við hjarta síns. Og hann leggst aftur yfir hann og hann kemur til lífs. Og síðan seinna lesum við að konan, þau komin í 8. kaflan, og þá er akkurat verið að segja frá, þá kemur konan með sonin fram 8. kaflan, kona frá Súnem segir frá, og þá kemur Gehasi og segir, þetta er strákurinn, þetta er hann, þetta er sá sem hann lifgaði við. Og það merkilega við að þessi strákur, hann er tvífaðmaður, hann laðist tvísvar yfir hann. Þetta er maðurinn sem ritaði fyrsta sinn í Biblíunni, hinn réttláti mun lifa fyrir trú. Þetta er Habakúk. Nafnið hans, Habakúk, þýðir tvífaðmaður. Hann hafði innsýn inn í eitthvað annað. Og hvað skrifar Habakúk síðan í lok Habakúk? Ég ætlaði nú ekkert að fara í þetta bara kemur svona. Hvað skrifar hann í lok Habakúk? Þó ekkert beri ávöxt, þó allt fari í voða, þetta er mín túlkun sko, þó allt bara bresti, þá skal ég samt lofa Drottinn. Hann sá eitthvað annað. Hann var ekki fastur í tvívít, hann sá eitthvað þrívít. Þetta er maðurinn sem skrifaði, ég skal setja mig á virkisvegginn, ég ætla að heyra og sjá hvað hann segir við mig, og ég ætla að skrifa niður hugsjónina, svo hver getur hlaupið hver getur lesið sem er á hlaupum. Að skilji réttlætið Guðs. Ég er réttlætur í Guði. Ég tilheyri honum. Þetta er Habakúk sem skrifa þetta. Svo förum við hann lætur öxina fljóta þarna, þetta er ógeðslega gaman að lesa þessa kafla, en þegar þú ferð inn í þetta er eins og Snorri kom inn á, áður en Abraham var, þá var ég. Þeir voru í eyðimörkinni, þetta var eins og að finna snjallsím í eyðimörkinni. Þetta á ekki að vera hérna. Jesú, ert þú hérna? Þeir myndu labba fram að Boeing þotu. Hvað ert þú að gera hérna? Þetta er áður en Abraham var, þá var ég. Og áttaðu því að áður en endir aldar kemur, allt bara burttrifning, 7 ára tímabil, allt þetta, að þá verður algjör umbylting í heiminum. Það sem var fátítt verður allt í einu auðvelt að gera.
Það sem voru fáar lækningar verða margar lækningar. Það sem að fáir sjúkir læknust verða margir. Það sem fáir frelsust frelsast margir. Ég fekk fréttir í gær, 200 ungmenni í Færeyjum komu til trúar. Ég fekk aðra fréttir frá Finnlandi. Þeir voru á samkomi í 15 klukkutíma. Það vildi ekki fara. Það var bara dýr Guðs. Verði svo hér í þessu byggðarlagi. Verði svo. Ég að reyna að tala að það verði eitthvað öðruvísi. Ég ekki bara að tala til ykkar, ég líka að tala til andaveru vonskunar í himingeimnum. Það sem að binda okkur og blinda okkur og þess áttar. Það var alveg svo þeir þurftu að stúta risum. Sjáðu. 6. kafli. Eftir þetta bar svo við að Sýrlandskur dró saman allan her sinn og fór og settist að Samaríu. Þá var hungur svo mikið í Samaríu þeir sátu hana að asnahöfuð kostaði 80 sikla sirfus og fjörðungur úr kap af dúfnadrit 5 sikla sirfus. Asnahaus tákn upp á þrjósku. Dúfnadrit þegar dúfan andi Guðs farin. Við ætlum að hafa búður 9. Þeir að tilbiðja dúfnadrit. Það engin heilagur andi í pórunum 10. Dúfnadrit. Það þegar dúfan farin. En hvað gerir svo? Elísa spáir og hann segir á morgun, á sama tíma á morgun myndu sjá að það vera 10 kíló hveiti selt á slikk. Og riddari konung segir, heyrðu, Guð það nú bara að setja rif á himini til þess að þetta geti gerst. Já, það mun gerast en þú munt ekki njóta þess. Og síðan eru 4 holdsveiki menn sem segja, ef við stöndum kyrrir, þá deyjum við. Þeir eru fyrir utan borgina. Ef við löppum bara inn í óvina herbúðunar, og þá kannski lifum við, kannski deyjum við, kannski fáum við eitthvað að éta, ég veit það ekki. En trúin, hún stendur aldrei í stað, hún fer alltaf áfram. Hvað gerðu þeir? Þeir löppuðu bara stað inn í óvina herbúðunar. Hvað myndi nú gerast ef við tækjum okkur til hérna og löppuðum bara inn í óvina herbúðunar hérna á ljósanótt kannski? Og Guð lætur heyrast hófatinn, englar drottins. Það var mikið að gera eitthvað, það var mikið að þorða út, það var mikið. Við erum búin að vera atvinnuleysir í Keflavík, áfram með ykkur. Og hvað gerðist? Það umbreytist allt. Það sem var fátítt varð allt í einu nóg til af. Það er þetta sem vakning gerir. En við þurfum að sjá inn í þið andlega. Þú verður að leyfa honum að opna sálasjón hjartaðins. Boðskapurinn okkar er að hreinu hjarta og góðri samvisku. Vitið hvað orðið samviska þýðir á grísku? Suneido. Að sjá það sama og Guð sér þig. Suneido. Að sjá hvernig hann sér þig. Hann sér þig dýru verða keypt. Þú ert dýru verði keyptur. Hann sér þig svoleiðis. Hann man ekki einu sinni syndir þínar. Ekkert að því. Hann sér þig sem máttuga hetju hans. Hann sér þig að þú ert bara einstaklingur sem er tilbúin að gegna herþjónustu eins og Páll sagði við Tímóteus og ganga út á vígvöllinn. Og segja fólki frá, veistu hvað? Þú ert fædd að ofan. Veistu, þú tilheyrir Guði. Jesús lifir í dag, hann er upprisinn og hann er uppstiginn. Þú getur lifað með honum í dag. Í allt öðrum annari visku heldur en þessi viska heimsins. Allt annari visku. Og hugsaði, bræður hans, þeir trúðu ekki einu sinni í Jesú. Þegar hann var á laufskalaháltíðinni, þeir trúðu honum ekki. En Jakob trúði honum síðan. Ég ætla að enda á þessu versi. Mér langar svo að segja þetta hérna.
Ég ætla að láta vaða. Áfram í síðari konungabók, þá segir að Jehu sé smurður til konungs. Við förum að sjá svona meiningar og þýðingar og verkfræði Guðs í Gamla testamentinu, í Nýja testamentinu. Þegar Jehu er smurður til konungs, þá kemur hann í öðru versinu, þá segir hann og hann fer með hann inn í innsta herbyggið. Takið eftir, farið inn í herbyggi, lokaðu dyrunum. Farið inn í herbyggi, lokaðu dyrunum. Þetta getur ekki verið einfaldara. Heyrðu, og hann segir honum, þú skalt útrýma ætt Akabs herra þíns og að ég fái þann veg komið fram hendum á Jezebel fyrir blóð þjóna minna spámanna og fyrir blóð allra þjóna drottins. Þessi Jezebel er drepa alla spámennina. Og þeir förum áfram í 19. vers. Hann kemur annar riddari, konungur lætur spyrja hvort ertu með friði? Og hann segir bara, hvað var það það? Snúðu við og fylgja mér. Og þeir horfða á hann, segir í 11. versinu sem ég ætla að koma inn með þá segir hann, nokkuð að? Hvers vegna er þessi vítvering til þín komin? Ég er brjálaður. Af því að hann hafði það sem að ritningin talar vandlætingu fyrir húsi drottins. Ég brjálaður út þess að djöfla og þess að vitleysu sem hefur verið að tróða hann í fólk. Þú getur ráðið í hvort þú sé stelpa eða strákur. Hann skapaði karllega konu. Þú karlmaður, hann skapaði karlmann. Þú kona, hann skapaði konu. Nú er ég að tala inn í andaheimin, sko. Þið áttu ykkur á því. Þú karlmaður, hann skapaði karlmann. Þú kona, hann skapaði konu. Nú situr þetta í andaheiminum. Nú eru djöflar brjálaðir. Og menn viti ekki einu sinni að ritningin hún er að segja okkur alveg svo þetta. Hann fyrir að taka Jezebel. Þetta var eitt af því sem að óx upp í óvinarþjóðunum og tók vald og afveiliti líðin að fara að tilbiðja eitthvað hjáguð. Einn af hjáguðunum sem að þjóðirnar sem að voru í landinu þeirra áðurinn tóku það. Þetta er alveg sem með okkur, ég er frelsaður, ég á fyrirheiti Guðs, en ég þarf að læra að berjast. Ritningin segir, hann raki ekki út allt í einu til þess að þeir lærið að berjast. Og einn af þessu hjáguðum hét Istar. Og hvað er merkilegt með Istar? Jú, þetta var Guð sem hafði það helsta markmið að láta karlmenn líti út kvenlega og kvenmenn líti út karllega. Já, og hún hafði fána þegar það verið að tilbiðina í júnímánuði. Í júnímánuði, heilan mánuð var hún tilbiðin Istar og með fánan sem regnboga fána. Það er ekkert nýtt undir sólinni. Það er ekkert nýtt undir sólinni. Og þegar Jehu kemur þarna að hann kemur þarna að og það segir hvar var textinn? Hann er hann. Jó, og þegar hann kemur hérna í 32. versið, hann kemur ríðandi inn í alveg svo óður maður, svo sér hann. Hann leit upp í gluggann og mælti, hver er með mér? Hver er með mér? Hann er að segja leið, það er til önnur leið en þetta. Og 2 eða 3 hirðmenn litu nú til hans og kastaði henni ofan og þeir hentu út úr gluggan. Orðið hirðmenn þarna eru geldingar. Hvað er geldingur? Það er búið að fjarlæga kynfærin. Þeir heyrðu eitthvað boðskap, það er til önnur leið. Og þeir hentu Jezebel út úr gluggan. Og ég er að segja ykkur, Guð mun gera verk hér á Íslandi. Það verður líka til eitthvað sem heitir regnbogavakning. Að andi Guðs mun fara inn í þetta samfélag, það mun heyrast, hver er með mér? Það mun heyrast, það er til önnur leið. Þú ert á glapstigu og þeir sem eru jafnvel búin að láta fjarlæga á sig kynfærin, þeir munu taka til skara sig. Við erum komið ógeð á þessu. Það er búið að vera að ljúga okkur. Ég er fæddur á ofan. Amen. Amen. Nú er ég að hætta. Nú er ég að hætta, sko. Herðu, við ætlum að segja
endum hérna á 4. Mósebók. Tónninn í þessu, það er verið að reyna að segja okkur að vakna, horfðu, sjáðu inn í andaheiminn, það til meira. Ekki vera bara í mjólkinni að skilja ekki réttlætið. Það heill andaheimur, heill englaher sem bíður eftir þér og mér, að við trúum verki Guðs. Hann hefur gefið okkur gjafir. Það eru 9 gjafir heilags anda. Það er ávöxtur heilags anda og það síðasti ávöxturinn sem er nefndur heitir sjálfstjórn. Íslenska þegar ekki segir bindindi. Hvað er sjálfstjórn? Ég geri það sem ég vill gera og ég geri ekki það sem ég vill ekki gera. Hvað er að vera bundin? Að þú þarft að gera eitthvað sem þú vilt ekki gera og þú getur ekki gert það sem þú vill gera. Þegar sjálfstjórn kemur inn, sem er opinberun lýsing á hvað frelsi er, til frelsis frelsaði Kristur þig. Ekki aldrei aftur láta leggja það án eða roka eins og 9 boður eða 10 boður eða hvað, bara viljið þið gera upp hug ykkar, eða bara hætta þess og kenni þið réttlæti drottins sem opinberast fyrir náð í Kristi Jesú. Frelsi er að þú gerir það sem þú vill gera og þú gerir ekki það sem þú vilt ekki gera. Það heitir líka sjálfstjórn, að því andi Guðs verkar í þér. Tökum þetta síðasta hérna, þetta er síðasta játningun okkar, 4. Mósebók, 14. kafli. Ég ætla að tala um allt annað sko, en það er bara eins og það er. 14. kafli, bara, og 7. vers. Þetta er játningi sem að Jósúa og Kaleb gerðu. Við heyrum þessa ömurlegustu yfirlýsingu í allri ritningunni þegar hérna í 32. vers í 13. kafla, landið sem við fórum til að kanna, landið etur upp íbúa sína og allt fólkið og við erum risa og við getum ekki neitt og við erum einkingsbrettur við erum í Keflavík bara lítið söfnir og gerist ekkert og þetta er Jesú getur komið eftir. Nei, við ætlum að fara hérna, Jósúa og Kaleb. Gefðu mér þetta fjall. Amen. Kristum upp í þessum bæ. Halleluja. Tökum landið. Halleluja. Lesum þetta saman. Og þeir sögðu við allan söfnuðin í Keflavík. Land það sem við fórum til þess að kanna, það er mesta ágætisland. Reykjanesbær er mesta ágætisland. Amen. Ef drottinn hefur á oss velþóknun, þá mun hann flytja okkur inn í þetta land og gefa oss landið sem flýtur í mjólk og hunangi. Það flýtur allt í mjólk og hunangi hérna í Reykjanesbæ. Það er að koma þvílíkar hugmyndir og það verður hérna, versmiður og það verður allt nóg að gera, nóg atvinna og þið hafið svo mikið að gera, þið fóðu kauphækkanir og allt, það er fljótandi í mjólk og hunangi. Síðan gjörið aðeins ekki uppreisn á móti drottni, bara ekki fara að éta asnahöfuð og dýrka dúfna dritt, bara ekki gera það. Og hræðist ekki landsfólkið, því að þeir eru brauðvort. Þeir eru brauðvort. Þú nærist af því að stúta risum. Þú ert risarótari, þú ert risarústari. Það eru hugmyndir sem koma hérna flæðin í skóla og í alls konar, en þú ert risarústari. Og þeir eru brauð þitt. Allt þetta mótlæti er brauð þitt. Fólk sem kemur í gegn þér, þetta er brauð þitt. Álitið eintótt gleðiefni, bræður mínur og systur, að þið rati ýmis konar raunur, að það er til þess að sýna ykkar að trúa staðfesta ykkar, hún er langt dýrmætari en skýra gull. Og hún er til þess að tryggja það að ykkur skorti ekkert. Þannig kemur Guð byrðum til þín. Og svo endar hann á þessu, vikin er frá þeim vörn þeirra, en drottinn er með oss. Reykjanesbær, vikin er vörnin frá ykkur. Drottinn er með oss. Drottinn Jesú Kristur er drottinn yfir Reykjanesbær.
og hann drottinn yfir Íslandi. Þið hafið enga vörn, þið hafið ekki meiri þvælu að þrauka, drottinn með okkur. Og við hræðumst ekki. Hvað gerir síðan þegar búið að flytja þessari? Þá vildi allir söfnuðurinn grýta á. Eru þið með mér? Eigum að trúa orðinu? Þá skulum við biðja saman. Drottinn Guð, ég þakka þér fyrir að þú opnar eyru okkar, að þú opnar skilning okkar. Ég þakka þér fyrir speki opinberunar og vísdóm þinn. Drottinn, þú hefur gefið okkur þetta land, íslensku þjóðina. Þú hefur sagt okkur að vera á þessum stað, Reykjanesbæ. Drottinn Guð, ég vil bara glæða þær gjafir sem eru innra með fólkinu hér. Að þeir megi glæðast fram, megi stíga upp spámennirnir og trúboðarnir og postularnir, hirðarnir og kennararnir og allar gjafir heilags anda, þekkingarorð, megi koma spátorsorð, útlisting tungutals, Drottinn Guð, lækningagáfa, skipulagsgáfa, Drottinn, það flýtur í mjólk og hunangi. Drottinn, ég þakka þér fyrir og ég blessa þennan söfnuð og við tölum inn til andaverur vonskunar yfir þessum stað, við hræðumst ykkur ekki. Við hræðumst ykkur ekki. Drottinn Jesús konungur þjóðana, hann konungurinn yfir Íslandi og hann konungurinn yfir Reykjanesbæ. Í nafni Jesú. Amen. Þakka þér fyrir, Hilmar. Vitið hvað? Ég heyri hljóminn af herskarangur. Amen. Með þetta góður baráttugur hljómur og ég legg til að við stöndum upp og við syngjum. Já, amen. Við syngjum þetta lag. Ég heyri hljóminn og leið og þið takkir undir, þá það að segja ég líka liðsmaður í þessu. Ég heyri hljóminn af herskarangur. Og það við leiðir okkur og við svo endum við því að fara upp á loft og fá okkur gott að borða. Þakka fyrir Hilmar og systkini, haldið þið áfram. Áttið ykkur á hvað Guð að gefa hér í Keflavík. Hann ekki búinn að gleyma einu neinu. Heyri hljóminn af herskara Guð. Ég heyri hljóminn af herskara Guð. Lofgjörðar og baráttu hljóm. Hersveitir Guð, hersveitir Guð, hersveitir Guð. Stíga fram. Með í baráttunni. Hann best fyrir ykkur. Takk fyrir samveruna, takk fyrir sönginn, takk fyrir þjónustuna, takk fyrir orðið, takk fyrir það að við megum eiga saman samverðstund uppi. Drottinn bless ykkur. Samverðstundin er lokið. Ég er búinn að vera að syngja þetta